Herðu á helgina á föstudag og laugardag verður ráðstefna í Salnum í Kópavogi sem heitir Hampur fyrir framtíðina, fjallar hamp, þessa jurt sem heitir líka kannabis sem hægt að byggja úr en það líka hægt að taka hana inn og hún þykir vera góð lækning eða ekki kannski lækning en línar þjáningur fólks og hjálpar fólki við að eiga við ýmsa erfiðleika. Til að ræða þetta málefni og kannski ráðstefnuna líka hingað komin góður hópur af fólki. Hérna Lára Bryndís Pálmadóttir sem hefur notað sér CBD-olíu til aðstofar og Brynhildur Arthúrsdóttir sem á flóðveika stúlku sem hefur líka notað þessu olíu og Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir sem leikkona og áhuga manneskja hamp vill lögleifingu myndum að líklega segja þess og Þóra Jónsdóttir sem stofnandi og varaformaður Hampfélagsins. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Herðu, það hérna ég veit ekki hvað við að byrja á hampur náttúrulega töfraefni marga mati. Algjörlega. Það eru það planta sem að getur gert ýmislegt fyrir okkur og gæti verið svona ein lausnin að grænni framtíð. Því að það ekki ein lausn, það eru margar lausnir þurfum við alltaf að vera með og þar hampurinn mjög sterkur. Bæði fyrir umhverfið okkar sem fæðubótarefni, sem lyf, fyrir sjálfbærni. Þannig að þú getur byggt úr honum. Þú getur byggt hús, þú getur gert föt, þú getur gert reipi, segl, þú getur búið til plast, þú getur búið til einangrun, ég get haldið áfram í 50.000 vöruflokka ef þú vilt haldið áfram. En ekki fólk að þessu ef þetta svona gott að þá lítur fólk bara að búa til föt og hús og... Ég í handból til dæmis og við hefum byggt eitt handhús á Íslandi eins og staðan og erum að láta fylgja því eftir og sjá hvernig það koma út í íslensku aðstæðum. En jú, möguleikarnir eru bara einfaldlega endalausir. Þessi planta, þú getur búið til dæmis bensín, biodiesel, þú getur búið til ethanolúrinni, þú getur búið til, það bara, ég get ekki hægt að telja, það eru möguleikarnir endalausir í það, þannig að hvaða fyrirtæki sem vart með eða framleiðslu, þú gætir alveg komið hampinum inn í þína framleiðslu til þess að gera hann aðeins grænni. Og hann vex vel hérna á Íslandi? Hann vex rosa vel á Íslandi. Við þurfum samt að fá kannski freka fræ frá Alaska eða Kanada heldur en Evrópa þegar við erum þetta meira svona á svæði þess. Þannig það bara þróunardæmi en það alveg til pottitt góð fræ fyrir góða framleiðslu á Íslandi. Ég sjálf hef ræktað 10 hektara og það voru allt upp í 2,5 metra háa plöntur sem uxu hérna á 4 mánuðum. Og það bara ekki spurning að þetta passa vel inn í hringin hjá bændum þannig að þetta passar inn í hringrásina hjá þeim og þetta gæti gert þeim mikið bara auka afurð og gæti hjálpað þeim að búa til pening og svo hefði ég nú séð fyrir mér að bændur í framtíðinni gæti líka verið að rækta CBD á veturna það verið að fara eitthvað annað að vinna og rækta þá hamp innandyr á veturna? Já, hamp innandyr á veturna til þess að flytja erlendis af því að þörfin erlendis til þess að ná þessari olíu og þessu efni sem alveg heilan okkar og við getum þess að vera bara með hráefnið og bara raw material sem við flytjum út í framleiðslu En hampurinn sem þú ræktar úti, hann býr ekki til þessa olíu. Hann býr hana til. Þú getur ekki reykt hann hamp. Þú gætir það, en hann mjög stressaður af því íslenskar aðstæður eru frekar stressandi svona veður, þannig að plantan svona ekki alveg upp á besta fyrir það, en við getum nota blómin og stönglana í alls konar framleiðslu, þú bæði búið til fæðu fyrir dýrin, þú getur búið til orku fyrir sveitabæin og svo getur þú búið til byggingarefni eða hvað segir maður, svona underbed eða svona undirbyrð fyrir dýr. Til dæmis undirbyrðin fyrir dýr, 5 sinnum meira rakadrægari, hvað sem rakadrægari, rétt hjá mér, og svo hann bakteríudrepandi og lyktardrapandi og þú getur svo bara tekið þennan undirbyrð og hendur á næsta blessi næringu. Og hvað gerður við uppskýruna þín af þessum 10 hekturum? Herði, því sem ég náði inn, sem þetta var mjög erfitt, þar sem ég átti ekki tæki og tól í það gaf ég til Háskólan á Íslandi, Háskóla Íslands og svo til Wolfsborgskólans til þess að kynna yngri kynslóðinni fyrir möguleikunum hvað ég geta verið að búa til úr þessu. Og hvað gerðu þau við þetta? Þau bara gerðu nýsköpun, alls konar nýsköpun. Þau eru búin að búa til reykelsið, byggu til plast og þau eru búin að búa til listaverk og þannig að við erum svolítið bara að reyna líka að taka þessa hræðslu sem inn í kerfinu á fólki með þessar plöntu og ef fólk kynnir sér söguna þá myndi alveg átta sig hverju hún var bönnuð og það bara ekkert annað en nýsköpun og græðgi sem tók yfir eins og bara nælonið, cotton,
og allt þetta sem var bara tekið, komið inn og hitt tekið út og þetta var bara því þarna kannski grætt meira og þetta er það sem vandamálið það að við erum alltaf einblín á einn hlut og þetta á bara rafmagn og bara bjarga allir á rafmagn, allir þangar, allir bara í þetta kort. Þetta er það sem að drepa okkur, við þurfum að vera með fjölbreytna möguleika í gangi. Það sem að gerir hampinn spennandi náttúrulega það er hægt að reykja hann eða taka hann inn og hann hefur áhrif á heilan okkur. Annars... Ég skal koma með ennþá betra út af því, ég skal bara útskýra það mjög einfallega. Við erum með endocannabinoid system sem heitir ECS sem uppgötaðist 1980 eitthvað sem þýðir það að þú ert með cannabisreaktora út allan líkamann. Það er ekkert fíknefni sem að við verðum sköpuð þannig að við funkurum vel ef við fáum cannabis, annars funkurum við ekki. Já, við funkurum alveg... Þetta er vekkjóttur skapari. Já, sko við erum bara með þetta kerfi og það er bara til dæmis þegar við erum með til dæmis eins og hérna dóttirinnar Brynhildar og aðra krakkar sem eru með flóaveikin svo fá þau CBD-n í lífið sitt og CBD og flóaveikin hætti. Það þýðir bara að þú ert með vannært ECS-kerfi og við erum að fá doktor Lumière Háns til landsins sem er búin að rannsaka kannabis í 40 ár og hann fann upp okkar eigin við framleiðum sjálf CBD og það er kallað blissfulness svo framleiðsla eða amaneidia sem þýðir blissfulness á herbesku og þetta er bara búið að sanna að við erum bara með kerfi sem að þarf á þess að halda og er að reguleita líkamann á okkur og í sumum tilfengur erum við með það vannært og ef við erum með það vannært þá getur það gert alveg gríðarlega mikla hluti fyrir okkur. Við getum ekki búið það til, líkaminn getur ekki búið það til. Jú, við búum það til þau dönsum og hreyfum okkur. Við búum víst til CBD. Þegar við dönsum og hreyfum okkur, þannig að við erum með framleiðslu sem heitir endocannabis framleiðsla og það er blissfulness sem hann gefur okkur, þessi kannabíóði. Þeir sem nenni ekki að dansa og svona geta bara tekið inn í töfluformi. Já, eða þá líka áður fyrir 1930, þá var bara dýrin okkar borðuð, hampur var allstar í kringum okkur og inn í öllum okkar lífsringi og þannig við vorum alltaf að neyta kannabíóða eða einhver úr þessari plöntu því dýrin voru að borða þetta kom í fæðun okkar þetta var í lífsreglunum okkar og 50% af öllum lyfjum í Bandaríkjunum voru cannabis-based fyrir 1910 50% af öllum líkaminn á þér drekkur eitthvað inn að þessum ból að þessum efnum Nei, þetta er bara þessi bólur hann er þetta þar hann þurfti ekki neina pestasætt, hvað segir maður, skordýreitur til þess að framlega því að cannabis er með innbyggt skordýreitur í sér þannig að enginn þarf ekki að nota sem er þetta hann þolir mjög vel allar pöddur, hann verðist bara vera sjálfsfælandi skordýrið þól ekki hann er með það sterkar lykt og hann spýtur af sér til þess að verja sig það er þetta rosa sterk lykt að þessu, það kom einn inn í strætó í gær þar sem ég var að fara í Hafnarfjörð og það var bara, ég held að svifið á alla í strætó allir það er víða hampur í samfélaginu. Ég held að hampurinn væri ekki ólöglegur ef hann hefði ekki þessa lykt. Þá væri þetta ekki svona mikið vandamál fyrir fólk. Já, bara mörgum finnist lyktin mjög vond. Ekkert vond, hún bara stuðar því að það er búið að segja þér að hún sé slæm. Já, einmitt. En lyktin er mjög áríðandi að því þetta er bara sama og við erum með, ef þú kaupir essential oil, tea tree oil, orange, allt þetta eru bara törpinar hannaðar til þess að opna vitunum okkar, til þess að koma hlutum inn í kerfið okkar, alveg svo þú borðar appelsínu og þú ættir að nutta hana fyrst og anda að þér, þá þarftu að opna vitanið þínar til þess að taka C-vitaminið inn. En Þórunn, þú talar svolítið eins og manneskja sem geti sagt, það er sama hvað vandamálið er, lausnin er cannabis. Nei, eins og ég sagði í byrjun, það er bara einn af lausnunum, af því að það er ekki til ein lausn. Já, þetta er ekki lausn á öllu. Nei. Herðu, en þú hefur notað CBS-olju. CBD-olju. CBD-olju. Hvað Já, ég notaði hana, ég kynntist hana í gegnum Sigurð sem er hjá Hemp Living og hann kynnti mér þessar oljur og ég var nefnilega alltaf, ég hef með svo mikla túrverki alltaf og ég byrjaði að taka þetta inn og þetta er bara gjörbreytti, það er bara ég fann bara strax að ég svaf betur og mér bara leið miklu betur af þessu og þetta er bara það gerði eitthvað fyrir mig sem að ég veit ekki, ég get ekki skilið en allavega ég var allavega ekki oft en það kom fyrir að ég gat verið bara alveg óvinnufær og ég meir segja 2 sinum á ævinni hef ég bara staðið og ég missi sjónina af því að ég er með opin augun en ég sé ekki neitt og þá er þetta bara af verkjum og en þetta bara var
til þess að þetta gjörsamlega farf alveg. Þú strókað út. Það er bara... Þannig að þú geta hægt að nota önnur verkjalyf. Já, ég var ekki að nota neinu verkjalyf, sko. Svo núna er ég bara komin, þú veist... En hafðirðu reykt gras eða hass? Nei, ég hef aldrei prófað. Þannig þú veist ekki hvort það sé munur á því að taka olíuna svona inn eða... Nei, ég veit ekki. Eins og var gert bara í úlíkaherbygginu þegar ég var ungur. Það er rosa munurinn bara það einfallega að ef þú reykir, þá virkar það hraðast og styst. Olían, hún virkar, tekur lengri tíma að virka og virkar lengur. Svo er bara til alls konar svona tegundir oljum og það fer eftir hvernig þær eru unnar, hversu lengi er líkamann. Þannig að við mælum þetta helst með oljum fyrir fólk því það virkar lengur sem lyf. En sumir þurfa að reykja til þess að grípa inn í köst og verkja. En það er svona fæstir sem gera það. En þú tekið olíu? Já, ég tók olíu. En vímuefni og fíkniefni geta verið ágætis lyf. Ópíum er það til dæmis og ég meina amfetamín hefur verið notað til þess að hressa fólk aðeins við. Gallinn við þessi lyf er að þau svíkja á endanum, að maður er alltaf stærri skammt og til þess að ná sama ástandi og svo endanum sittum maður uppi með eiginlega uppalega vandan pluss annað vanda. Já. Þú ert ekki þetta langan tíma? Ég hef ekkert, nei, þetta er ekki með þessu virkaefni í þessi drópar sem ég er að taka. Hún er með full spektrum olíu sem er bara með þá snefilmagna THC sem er bara eins og allar olíu sem eru seldar á Íslandi. Þannig að það er alveg bara kallast fæðubótarefni. En málið er það er til 40 tegundir af kannabisi og ef þú færð þól á CBD-olíunni þá færðu þið bara nýja tegund og þá ertu komið nýtt þól. Getur byrjað á 0 punkti aftur. Þú ferð ekkert í neina vímu af þessum olíum, sko. Þú finnur engan mun, sko. Nei, við erum að tala frá lyfjunum, sko. Já. Og veist, þú færð þól fyrir lyfjunum þínum að þú getur ekki, þú þarft alltaf að taka meira, en hérna getur þú bara verið, kannski fundið 2 góðar oljur og skipst á að nota þær í ákveðin tíma og þá ert alltaf með fulla virkni og það er það sem við hefum séð hjá fólki. En Bryndur, dóttir þín er með flógaveiki? Já. Hún er 33 ára í dag og búin að vera með flógaveiki frá 2 ára. Og hún á bara langa og stranga sögu flókna flógaveiki og aldrei náðust að halda flógum niðri. Hvernig hvernig flóg fær hún? Já, hún fær grandmalflóg og hún bara á sögum það að fá mörg á sólarhring. Þannig að sem sagt, já, hún var bara sem barn og ung stúlka á miklum lyfjum, sterkum. Til að forðast flógin? Já, það var lagt af stað með það að fækka þeim og helst að stoppa flógin. Það var lögð rík áhersla á það að stoppa flóg. En öll þessi lyf, þau gerðu það ekki. Það hefur aldrei stoppað flógin hennar. Og búin að prófa marga tegundir, stóra skammta, mörg saman eins og oft er með svona flókna flógaveiki og það hefur bara aldrei virkað neitt. Og en svo núna þegar hún er orðin eftir hún var fullorðin og svona, þá fór svona viðhorf mitt að breytast og þessi reynsla með þessi miklu lyf sem að gerðu lítið gagn og hún gat verið að fá kannski 7-14 grandmalflóg og sólarhring og þannig að ég fór svona að vera opnari fyrir einhverju, þú veist, ég fór að horfa miklu meira í lífsgæði hennar heldur en það að væri svona lífsnauðsynlegt að stoppa flógin af því að það er bara búið að sýna sig að þó hún fóði stór grandmalflóg að það, hún hefur aldrei verið eins hress eins og í dag. Þannig að það er náttúrulega oft talað um það að flóg hafi áhrif á heilsuna og þroska og eitthvað svona en í okkar tilfelli er það ekki ég sé það ekki þannig, sko. En nema það að við fórum þá leið að fara að minnka lyfin og sem að verður náttúrulega til þess þegar þú ert búin að vera á sterkum lyfjum eins og hún sérstaklega einn tegund sem var mjög sterk og slæfir hana mikið og mikil áhrif á lífsgæði að þú ert búin að vera á þessu í 28 ár að þá, ég vil svolítið meina að þá er líkaminn, þetta spila svo stórt hlutverk í líkamsstarfseminni bara að það er erfitt þegar á að fara að trappa niður. Og hefur bara áhrif á heilan og persónuleikið þroskast inn í það að vera með lyfin. Já. Og mörg þessi lyf svona
sumir fyrst að við flytja mann út og svona draga úr svona lífskraftinum í manni. Já, við höfum þá reynslu og alveg rétt hjá þér, maður ég sé orðið svo mikið með þetta hvaða áhrif þessi mikla lyfja inntaka hefur og einmitt eins og þú ert að segja að þetta þú veist, þegar maður er orðin svolítið lyfin, skilur og umhverfið og svona kannski að horfa ekki eins mikið á sem sagt bara líkamskraftin, skilur við. Þetta er mikilvægt vegna þess að ég vart fólk held ég að ruglist til þeim saman geðsjúkdómum eða geðrænum vanda við lyfin Fólk heldur að þekki svona mismunandi geðsjúkdóma, en þetta er raunverulega áhrifin af lyfjum, eða þannig var það allavega þegar ég var ungur þá tóku lyfin eiginlega yfir Þetta er geðlyf hönnuð til svakalega sterk lyf sem að fólk ofta á Ég held að geðlyf sé líka hönnuð til að gera þetta þægilegt fyrir okkur en kannski ekki endilega sjúklingin En hvað, en akkur þannig að þú ákvaðst fyrir að auka lífsgæðinar? Já, við sem sagt byrjum að trappa aðeins niður lyfin í bara samráði við hennar lækni og það var ástæðan fyrir því við fórum í það þarna, það hafði semst einu sinni verið gert þegar hún er úlingur, svona fermingu þá var svolítið kúvending hennar lyfi, þá voru þau tekin út og byrjað svolítið upp og nýtt og það var það ykkurst mikið lífsgæði hennar við það, flóðum fækkaði, hún var mikið meira vakandi og þáttakandi en svo fór þetta svona og hún fór aftur að taka lyfin og hún fór að bera meira á þessari syfju og þreytu og vera ekki þáttakandi, vera mikið hálfsofandi bara, hún fekk vinnu og svo heppin að vinna á leikskóla í 4 tíma á dag en það sem að fór að hrjá hana það var þessi svepp, hún var alltaf að sofna og svo förum við í tíma hjá lækninum og hún sofnar í viðtalinu en að tala við hana og svo fyrir við aftur einhverjum mánuðum síðar og hún sofnar aftur og þá sér hann svo augljóslega hvað þetta háir henni mikið svo við förum af stað í það að aðeins að trappa niður og það er svona jökulsflogin og allt þetta en ég hafði einhverja trú þarna og hann líka og þá sérstaklega hún að þetta myndi vekja hana til lífsins að minnka lyfin. Svo var sem sagt, það voru vinkona mín sem var búin að hvetja mig til þess að prófa CBD-olíu og senda mig greinar og eitthvað svona og ég bara eitthvað svolítið þessir fordómar og allt þetta ég lét þetta hafa svolítið áhrif á mig og nei þetta er örugglega ekki fyrir okkur og gaf þessu ekki séns. Nema svo bara einn daginn þá bara ákveði ég að gefa þessu séns. Og hún byrjar að taka droppana og það er bara ekkert hún er ekkert að hverfa frá því hún leggur bara mjög ríka áherslu á að fá sína droppa fyrst fórum við bara eftir fyrirmælum svona hvernig við ættum að taka þetta eða hún og hún tók þetta samlega 3 á dag og eitthvað svona svo bara sá ég hvað þetta hafði mikil áhrif á hana og hún sagði það sjálf hún svo sem Hvernig áhrif ef þú getur lýst því? Hún fór að tala að þetta minnkaði suðið í höfðinu á sér hún væri alltaf með svona suð og þegar hún tekur það þá slær þetta á hún er svo sem ekki sagt að það hverfi en þetta slær á og þannig að það var bara augljóst að þetta var einhver vellíðan svona, ég tek það fram að þetta er ekki með nema einhver snefil hún er bara á CBD-olíu og búðinni frá okkur fjarri því, hún hefur endur oft verið í mikilli vímu og undir miklum áhrifum svo miklum að oft lá hún gubbandi upp í rúmi af lyfjónum, þannig að hún þekkir þessi áhrif, þessar miklu aukaverkanir og þannig að núna tekur hún þessa olíu bara, hún er bara með þetta í vasanum og tekur þetta eftir þörfum og þegar að það er mikill órói eins og hún segir í höfðinu á henni, þá tekur hún og hvort þetta verður ekki stoppa flogin en hins vegar langar mig að hafa vekja athygli á því að í þessi 30 ára saga hennar með flog að þá hafa þau alltaf verið eins flogin. Þetta eru grandnalflog, hún missir meðvitund og þau hafa alltaf verið eins. Það sem er að gerast núna og búið að vera að gerast núna í svona það bil hálft ár, hún er sennilega búin að taka þetta í það bil 2 ár. Í hálft ár, fyrsta skipti, þá eru sum flogin hennar, hún missir ekki meðvitund. Þannig að hún er svona með skerta meðvitund og ég get tala við hana.
þetta eitthvað alveg nýtt. Þannig að þó að það væri það eina sem hún fengi út úr þessu, þá þetta bara til mikils unnið. En afleiðingarnar af floginu að maður náttúrulega bara slegin út, þannig maður byrjar eiginlega bara eins og tómur eftir flogið, sko. Þannig sér það mun á því að þegar þú færði þessi mildari flog að þá svo fljótar að jafna sig á þeim? Já, hún það. En hún fljótar að jafna sig og hún dettur ekki í gólfið. Annars leggst hún alltaf, skilurðu. Þetta eru grandmalflog, þetta tekur yfir allan heilan og allan líkamann og það eru hendur og fætur sem að slást til. Þau standa ekki lengi yfir en hún missir algjörlega meðvitund. En þarna þetta, og þetta tvisvar gerst inn í viðtali hjá lækni og hann hefur séð þetta og við erum svolítið sammála það í dag líkist þetta svolítið svona hræðsluflogi. Þetta svo mikill ótti sem fylgir þessu oft og tíðum. Þau eru hrædd, hvar ég, hver sér, þetta skömmin sem fylgir þessu, þetta bara svo margt. Þannig að en allavega þetta að það svona, henni líður betur og svo þessi flog sem eru ekki svona kraftmikil, þeim fækkar. Segjum hún fái 4 flog sólarhring, 2 á nóttu og 2 á degi, að þá eru 2 þeirra svona vægari. Haldið þið Lára og Brynhildur að séu margir sem að hefðu gott að því að taka CBD-olíu sem að gera það ekki af því að það sé áfengi, ávana og vímuefni, dóp. Já, ég held að það sé rosa mikið fordómar gagnvart þessu. En þetta ekki neitt í þessum drópum sem að við höfum verið að þú getur keypt þá bara út í búð, sko. Þannig að í apóteki. Við tökum alls konar ópíóðalyf sem eru líka ávana og vímuefni og getur verið með þetta eru bara bræður og systur heroíns og Já, ég allavega upplifi ekki þessa dropa, ég hef aldrei upplifið það. Ég segi að við eigum auðvelt með að stíga yfir þröskuldina og taka brópíum. Já, sem miklu meira ávanabindandi og miklu hættulegra. Drepið miklu fleiri heldur en hass og kannabis. Kannabis hefur aldrei drepið neitt, þannig að hafa það á hreinu. Já, nákvæmlega. Það búið að reyna á rannsóknastofu, það ekki hægt að drepa manneskja með kannabis. Ég var fyrir tilviljun, eða var gestur ásamt föðurbróður mínum, Pétur Þorsteinsinni í Washington á stóri skaðaminkunarráðstefnu, ég held að það hafi verið 2016 og þar hitti ég eða var vitni að fyrirlestur vegna þess að það komið mjög langt rannsóknir á því hvað kannabis hjálpar flogveiki sjúklingum og þar var komið saman mikið foreldrafélag foreldrar sem var hérðan og þaðan úr Bandaríkjunum og bjó nú ekki við það allstaðar að væri komin lögleiðing á þeim tíma en voru sem sagt að stelast til þess að gefa börnunum sínum kannabisolíu vegna þess að þetta hefur sýnt sig að hefur bara mjög góð áhrif á flogveikt fólk og þarna voru foreldrar að gefa börnum kannabis alveg niður í 1-2 ára gömlum börnum bara til þess að börnin gættu átt svona betri daga og einhvers konar byrjaði að mynda einhvers konar eðlilegt líf og mér fannst þetta mjög áhugavert og reyndar á þessari ráðstefnu líka þá satt ég mjög merkilegan fyrirlestur hjá amerískum lækni sem heitir Julie Holland og hefur skrifað bók sem heitir Crazy Bitches og hún svona stjörnulæknir í Bandaríkjunum og raunverulega öll þessi bók það hvernig lyfjaiðnaðurinn hefur haft afskaplega lítinn áhuga á verkjum kvenna. Það hefur verið lítið lagt peningar í það að skoða okkar líkamsstarfsemi og náttúrulega tíðaverkir og endometriósa einhvern veginn svona mæta afgangi eins og þið allar vitið og sérstaklega svona kannski þú veist þessi langi tími sem breytingarskeiðið að því þetta eru faktist 20 ár 10 ár áður við hættum á blæðingum og 10 ár eftir við hættum á blæðingum þar sem svona mikið ójafnvægi á hormónakerfi okkar og við vitum allar hvernig okkar hormónakerfi við erum nokkra dagi mánuði þú veist þá getum við bara hellulagt og málað þakið og gert allt og svo koma 3 dagar þar sem við erum kannski svolítið ómögulegar og 4 dagar þar sem við viljum kyrkja köttin og drepa manninn
og lyfjaiðnaðurinn og kannski svona þessi karllægi lyfjaiðnaður hefur lítið komið til móts við þennan breytileika í okkar hormónakerfi og hefur frekar tekið upp úr því að gefa okkur lyf til þess að fletja þetta út, gera okkur líkari karlmönnum af því með meira jafnaðargeð og þar koma inn þunglyndislyf, kvíðalyf og svo framvegis sem að náttúrulega við vitum að konur á miðjum aldri þessu alveg ítt að þeim alveg miskunnarlaust eða að finna til einhvers tilfinningalegs ójafnvægis og þetta náttúrulega mjög mismunandi hvernig konur finna fyrir hormónasveiflum í líkamannum og því miður okkur einhvern veginn ekki uppálagt að læra svolítið inn á okkar kerfi og þessi læknir, Julie Holland, þarna var ég í fyrsta skipti sem ég heyrði þetta að sko í svona frumbyggjakúltúr til dæmis víða í Suður-Ameríku og Mið-Ameríku þá hefur kannabisplantan sem hefur alltaf verið bara hluti af hún hefur bara verið eins og hvað ég að segja lækningarplöntur sem við höfum notað í okkar umhverfi bara hluti af heimilishaldinu og þar gengur plantan undir nafninu Santa Maria, Heilög María og er kvennaplanta og þá notuð til að regulera verki kvennan, notuð til að hjálpa til við fæðingar og svo framvegis og til að hjálpa konum til að vinna með þetta óreglulega og bara algjörlega sem lyf fyrir konur og þetta var alveg sko, mér varst þetta svo sturlað vegna þess að ég sjálf þjáðist af alveg sko brjálaðislegum blæðingaverkjum alla tíð og ég átt svo mikið af verkjalyfjum og kóteinlyfjum þegar ég var yngri sko að ég fekk nú endanum ofnæmi fyrir kóteini sko, ég var búin að hakka það svo mikið í mig og það að þetta lyf geti komið í staðin fyrir það að konur sé að hakka í sig íbúfen og paracetamól eða kóteinlyf sem er bara hræðileg bara fyrir meltinguna, magan og allt þetta er náttúrulega bara magnað og þetta þurfum við að ræða og það er náttúrulega í Bandaríkjunum eru náttúrulega komin sko fjöldi fyrirtækja í eigu kvenna sem að einbeita sér að þessum rannsóknum hvernig þessi lyf geta virkað vel fyrir okkur og svo náttúrulega fekk ég reynsla þessu þegar Stefán veiktist sko þá náttúrulega sá ég hvaða áhrif kannabis hafði í hans veikindum. Og hvaða áhrif höfðu á hann í hans veikindum? Var með... Sko það var hann var náttúrulega settur á mikil verkjalyf og fór í gegnum erfiðar aðgerðir og náttúrulega sko þessi, hvað ég var að segja, þessi ópíóðalyf eru mjög slævandi og hafa miklar svona persónuleika breytingar í för með sér þegar það eru notaðar í miklu magni og valda líka ógleði og morfín er ógleði valdandi og veldur kláða og ýmsum erfiðum aukaverkunum og það var nú eiginlega þannig að það voru grasræktendur á Íslandi og fólk sem hafði verið að búa til lyfjaoljur sem bara færðu okkur þetta og það var reyndar svo mikið af því að það væri verið að færa okkur þetta ég hugst að sagt ég hefði getað svæft bara Reykjavík ég bara geta ekki áttum mikið til en hann fór að prófa þetta og þá fyrst þessa hreinu olju sem kölluð, hún er svona sérstaklega kölluð Rick Simpson olja, þú getur kannski útskýrt beint hvað það er svona... Er það svo olja, Rick Simpson er sá sem að gerði svona fyrstu ekstrakt oljuna af cannabis og er hún er eins concentrated eða hvað maður að segja, búið að reynsa hana og þannig að hún sé eins sterk og hún getur verið og hún hefur reynst fólki rosalega vel með krabbamenn með alls konar hluti. Já og þarna erum við náttúrulega með mann sem er dauðvona og þá náttúrulega bara skiptir máli að búa til sem að skapa aðstæður sem eru bara þannig að hann geti átt sem besta daga og við byrjuðum að prófa þessu olju og sko fyrst þá tók hann sko það var bara svona eins og hálft hrísgrjón að þessari olju og strax í fyrsta skipti sem hann tók þetta þá bara datt niður ógleðin bara alveg og hann gat tekið inn minna af verkjalyfjónum og það sem var kannski merkilegast í þessu af því að hann var náttúrulega búin að fara í meltingaraðgerðir og þá var meltingin erfið og náttúrulega með ógleði þá hefur litla matarlist var það að hann fekk aukna matarlist sem fylgir kannabisi
og Rick Simpson olían náttúrulega með THC í, þannig að hún veldur líka svona slæfingu en hann bara fengið matarlyst, hélt holdum, þetta líka veitt honum ákveðna gleði og svona fór í svona svolítið svona fliss ástand og létt honum lundina í miklu mæli og þetta varð til þess að hann gat sennilega haldið holdum miklu lengur en ella, þannig að þetta var eiginlega sko kom alveg eins og töfralækning fyrir hann og það náttúrulega alveg fáránlegt að drepa fólk frekar á morfínlyfjum sem eru anstíkileg þegar að ég allavega sá það með mínum augum að kannabisið bjóð til svona smá svigrúm til þess að hann yrði ekki alveg bara út úr heiminum. Nú var hann í miklu meðferðum hjá læknum, lyfjameðferðum. Hvernig féll þetta inn í það? Tóku þeir bara... Já, við náttúrulega sögðum þeim frá þessu, gerðu engar athugasemdir við það. Engar athugasemdir við það. Ég held að flestir læknar á Íslandi þegar þeir eru með dauðvona sjúklinga séu nú ekkert að banna fólki að láta sér líða betur. En þú veist, og þess vegna segi ég auðvitað á þetta þá vera aðgengilegt fyrir fólki í slíkri stöðu. Já, ekki svona undir heima. Já, líka bara undir heimanir orðið mjög hættulegir og það eru orðið gríðarlega magn af fólki að nota medical cannabis eða lyfjahamp á Íslandi, rosalega mikið magn og þetta fólk á svartu markaði að leita sér lausna sem eru rosalega alls ekki gott fyrir sjúkdóm eða fyrir andlega hliðina og svo veistu heldur ekkert hvað þú fá ef þú hittir ekki rétta fólkið. Ég hef verið með gesti sem hefur verið að lýsa þessu. Herðu, en hérna, þú varst að lýsa að þetta verið svo gott fyrir konur á breytingaskeiði. Ég man ekki hvort ég hafi spurt konu að þessu áður, en Steinunn, ert þú á breytingaskeiðinu? Ég á breytingaskeiðinu, já. Ég svona... Tekurðu þess að... Nei, ég geri það ekki, en ég hef hins að, sko, ég náði því að prófa að, vegna þess að ég fekk nefnilega ágætt samtal þarna á þessari ráðstefnu og við erum nú saman í ónefndu félagi og ég hætti að neyta áfengis þarna fyrir einhverjum 12-13 árum síðan og ég var mjög hrædd við að prófa að reykja gras til þess að verkjastilla og þessi aðili sagði við mig, prófaði bara að taka einn pínlítinn smók. Þú þarft ekki meira vegna þess að... Það segja nú allir ég held að sé meira sér á sumum börum að sé fyrsti drykkurinn ókeypis fyrir A-félaga. Já, nákvæmlega. Ég veit að þá kemur heldur góða kunni út úr því. Nákvæmlega. En ég náði því að prófa að gera tilraunir mér nú er ég náttúrulega löngu hætt á blæðingum og þarf ekki á því að halda. Og þannig ég gerði þessa tilraunir á sjálfur mér í leyni, sko. Og það var bara eins og við mannin mælt og ég átti enga olíu þá og var búin að gefa öðru krabbameinsveiku fólki olíuna sem ég átti í löngum stæðum heima hjá mér og það var bara eins og við mannin mælt við einn pínulítinn smók, það bara datt niður þessi spenna og þessi þrýstingur í leginu og þessi þungi verkur aftan í bakið og ég bara trúði eiginlega ekki og þetta var svo lítið að ég fann ekki til nokkurrar vímu vegna þess að ég tók bara þennan einan spók en það var líka það sem ég sagt það þarf svo svakalega lítið til þess að slaka á þessu hvað ef að kalla þetta reproductive kerfi okkar kvenna En kannabis hefur verið notað sem vímuefni og maður hefur kynnst sko fólki sem hefur ofnotað og það er koma oft svona strákar út rúlingaherbyggjum algjörlega steiktir af grasreykingum og maður heyrir það næstu því hvernig þeir tala, það er bara farin allur svona taktur út úr röddinni hjá þeim og þeir eru bara steiktir. Já, það er bara mjög einfalt, ef þú ert úlingur þá átti ekki verið að neyta neina vímefna, við skulum hafa á hreinu, ég held að vera steikt okkur hvaða vímefna svo notar. Fyrsta lagi þetta krakkar sem að enda inni eða úlingar sem enda inni í herbyggi að neyta kannabis þetta dag og gera ekkert annað. Það er eitthvað annað fyrirbyggjandi, fyrir staðana fyrir. Það er enginn að segja mér að þeir að gera það þeim leið vel fyrir. Þeir eru að taka lyf út af ykkur í vanlíðan sem eru með. Já, ég er að segja það er eitthvað grunnur þarna, þannig að það er verið að deyfa sig fyrir ástandi, skiluru. Það er búið að sýna það með rannsóknum að 5% af kannabisneytendum verða háði kannabis og það séu eitthvað 5% og það eru aðalega ungi drengir og fólk sem byrjar neyslu mjög ung og við erum þetta algjörlega á móti því að fólk sé bara nota nokkuð skapaðan hlut fyrir helst 25 ára þegar heilin er orðinn algjörlega þróar og þá hefur líka meiri svona
ef þú prófar eitthvað þú ert án fullorðin þá hefur meiri svona ákveðna vilja að segja sjálfur þér hvort þetta sé rétt eða ekki ef þú ert yngri held ég maður oft gerir þetta út af því að allir hinir að gera þetta og svo leys Gallinn við sko fíkniefni er það að þegar maður byrjar að pröfa þá virkar það mjög vel og virkar mjög vel við hvað getur verið ykkur kvíði og getur verið bara feimni og getur verið allar anskotinn en gallinn er svo bara held ég áfram að nota það svo allt í einu bara er ég komin inn á eitthvað annað svæði sko þannig að maður getur ekki vara sig á þessu ef maður ætlar að hlusta og sjálfa sig hvernig hún nota vímuefni þá endar þau bara sem fíkil Já, er það ekki bara alveg svo með alkohól og lífið sem farið að leggja en málið það sko það sem ég hef nú 20 ára reynslu í kringu kannabis og sjúklinga og það sem ég hef ekki séð einn sjúkling að verða háðan kannabisi þetta hefur verið bara integrata inn í lífið þannig að þú ert að reyna að nota eins lítið þú ert ekki að reyna að fara í vímu ef fólk þarf að nota THC þá yfirleitt að nota á nóttinu þannig að sé undir áhrifum með að sefur ekki á daginn og við erum alveg að vanda okkur rosalega vel þegar við erum að hjálpa þegar ég er að leipa fólki að við erum ekki að reyna að vera í vímu við erum að reyna að vera fengsunar sjúklingur við erum að reyna að virkur sjúklingur fyrir ekki og við erum að reyna kannski að minnka lyfjanótkun hjá fólki þannig að það geti verið meiri partur af því sem það er ég hef tekið eftir bara það sem að gerast oft með kannabis líka er það að þú ert ekki eins upptekin að vera veikur og það er rosalega vont að vera alltaf að hugsa sjúkdóminn sinn og vera mikill partur af sjúkdómnum þínum heldur að sjúkdóminn fylgifiskur sem kemur með þér hann er ekki þú við skulum alveg hafa á hreinu ég held að sé mjög áreiðandi að við erum ekki krabbamenn við erum með krabbamenn og við ætlum að losa okkur við krabbamenn og þetta er líka svolítið svona þegar að auðvitað hægt að misnota kannabis og þú getur farið en ég hef ekki kynnst því ennþá sem sjúklingur sem hefur komið og integrata það inn í lífið sitt til þess að hjálpa sér að kannski að komast í gegnum hlutina fyrr eða þá nota það til þess að geta verið kannski á 3 liðum í stað fyrir 10 eða hvað sem er þá hefur enginn af þeim verið að nota kannabis eftir ef þau þurfa þess ekki eða verið að misnota þess og ég veit til, ég hef ekki séð það sjálf mistósti. En það er líka með náttúrulega alla vímugjafa og við vitum það sem við höfum farið í meðferð við ofnotkun áfengis að ég segi fyrir mína parta að sko óhófleg áfengisneysla eða við skulum segja fíkni hegðun það er alltaf leið þess sem á í hlut til þess að reyna að lækna sjálfa sig. Þú ert að nota alveg hræðileg lyf til þess að reyna að lækna eigin vanlíðan eða hvað það nú er og abstinens, svo stefna sem hefur verið til dæmis á Íslandi, bara taka lyfið frá fólki, það læknar ekki eitt og sért. Þú þarft að fara í einhverja vinnu til þess að finna undirót vandans svo að þú búir ekki lengur við það að þurfa að deyfa þinn sársauka. Það verður líka sko félagsverur, þannig að það verður líka áhrif á neyslu hversu mikill aðgengir er í samfélaginu, hversu mikill svona viðurkenning er þannig að sífellt verið að auka aðgengi að áfengi til dæmis í samfélaginu. Ef ég er ungur rússneskur maður að þá er líklega að ég drekki í mig alkohólisma af því það er bara til bara kúltúr ungra rússa. Eins og var hér mjög mikill kúltúr af að drekka sem úlingur og allt þetta sem betur fyrir var orðið mjög lítið en er að aukast aftur að því við vorum með mjög góða forvarnir og sonur minn þegar hann útskrifaðist fyrir hvað ætlaði sé ekki að verða 7 ár sem úr grunnskóla þá voru bara engin krakkar að drekka og það var frábær forvarnast. Nei, þeir voru ekki að reykja heldur. Nei, það var vímuleysa tímabil. En fyrir ekki eiga stjórnvöld að stjórna því hvaða vímuefni fólk má hafa aðgengi að? Er ekki bara mannréttindi að fólk fá... Það er bara þannig. Nei, ég er að segja þetta, þessi hugmyndafræði að fullorðið fólk hafi ekki aðgang á þeim lyfjum sem gagnast þeim best er náttúrulega alveg fáránleg. Og það er náttúrulega svo sturluð meðvirkni til dæmis með áfengisneyslu í okkar samfélagi. Það er alltaf verið að gera áfengi meira og meira aðgengilegt meðan við vitum að það er sko líffræðilega alveg svakalega skaðlegt fyrir okkur, sérstaklega fyrir konur og ég skrifaði nöngtíðan pistil það og þá fikk ég skammir fyrir það að konur mætti alveg drekka eins og kallar. Það er bara líffræðilega þannig að áfengi er miklu verra fyrir konur eftir fertugt heldur en karlmenn og fyrir bara mjög illa með okkar taugakerfi og líka með okkar hormónakerfi og svo framvegis. Og ef að konur geta notað einhver önnur lyf til þess að
hjálpa þeim yfir til dæmis erfiða hluti í breytingaskeiðun. Ég tala nú ekki verkjastillingu við blæðingum og það sé bara tekið inn í okkar kerfi af hverju ósköpunum ætti ekki að leyfa það. Frekar en að konur séu settar á þunglyndislyf sem gera það verkum að það fletur þær út, þær missa áhugan á lífinu og tilverunni, fitna, missa niður kynhvötuna, það eykur kvíða, þá kom inn kvíðalyfin eins og sóbrilið sem virðist vera bara í tösku hjá annarri hverri konu á mínum aldri núna og það náttúrulega bara dísipannlyf, sko. Þetta náttúrulega, þessi lyf eru miklu verri fyrir heilan á okkur heldur en nokkuð tíman. Þú myndir vilja að kona væri með eina Jónu í töskunni. Já, það mætti vera val. Hún á að eiga valið að sjálfsögðu, sko. Það á að vera jafn auðvelt fyrir hann að velja það að taka inn náttúrulyf eins og að drekka brennivín. Þú fjast nú Steinar sjálfur í viðtalum daginn sem held ég einn af fáum Íslandingarum sem með upp að skrifa bréf frá taugalækni á Íslandi sem segir að ekkert annað heldur en cannabis geti hjálpað hann út af þennast greiningu. Hann getur ekki fengið lyfi sem hann á að fá upp að skrifa. Það er til eitt lyf, cannabis-based, sem er CBD og THC á lyfjaskrá á Íslandi og það er undanþágulyf og það er aðeins MS-sjúklingar sem fá aðgang á því lyfi og hefur margir MS-sjúklingar verið að nota það og það hefur reynst þeim mjög vel. Að binda eitt lyf við eitt sjúkdóm finnst mér þetta bara ekki í lagi þar sem að sérstaklega þetta er lyf sem getur hjálpað fólki með marga sjúkdóma og það er rosalega dýrt að fá það og í öðru lagi hefur við bara rannsóknir sýnt að náttúrulegar oljur hafa virkað betur heldur en gerfilyf eða synthetic eða hvað sem ekki einangruð lyf þar sem er búið að taka eitt hluta af plöntinu og setja í lyf hafa ekki reynst eins vel til lengdar. Svo er annað að þetta er líka bara þarna til dæmis veit hann að hann er að fara að verða mjög veikur þessi maður. Hann langar ekki að verða háður ópíóðum og vera slæfandi og þetta snýst oft geti fengið að vera functional sjúklingur eða ekki og við hefum hitt fólk, ég átti bara vinudaginn ávin sem fekk heilablóðfall fyrir mörgum ára síðan og allir held hann hafði aldrei náð sér því að hann var alltaf svolítið slæfandi í tali og drölla, svo kom bara með ljósum dag, hann er bara búin að vera svo skrifa á hann lyfjum að hann var bara í lyfjamóki og fór bara að þetta hætta og hann er 100% í lagi en það var búið ákvað, hann var það ekki. Fólk stígur margt bara út úr þokunni þegar það hættir á þessum lyfjum og mér langar líka að segja vegna þess að ég veit bara fjölmörg dæmi bara eldra fólk sem er oft ávísað svefnlyfjum að borða við svona stillnótt og ímóvan sem að hafa eftir svolítinn tíma þau áhrif að þau vekja fólk og hætta að virka og fólk fyrir að auka skammtana að mikið af harðfullorðnu fólki hefur verið að nota kannabisolíu sem svefnlyf með miklu betri árangri heldur en þau svefnlyf sem er verið að gefa út. Ég er nú bara að bera svona sjónarmið í samfélaginu upp hérna. Já. Ég ætla ekki að taka þessi lyf af ykkur, ég hef nú skrifað lögleyfingu kannabis meira þess að þegar ég var formaður SA á þessum tíma, það skrifaði það. Já. En samt varðandi að því það, ég fór til New York daginn, eða fyrir, ég man ekki það, einhvern tíma fyrir árinu. Og það kom mér óvart að því þar hefur verið svona barátta meðan annars af þeim röku sem að hinga komið fram að við verðum að lögleyfa kannabis af því að það er mörgu fólki gott. Og það kom mér óvart að sjá, það var eiginlega, það er kannski íkjur að segja á hverju horni. Ég myndi segja svona þriðja hverju horni. Var kannabisbúð. Og það var bara, ég var hann niður í East Village og það var bara ský yfir bænum. Og þannig að maður veldi fyrir sér að þó svo að ykkar rök séu að þá er líka að selja vímuefni, það er bara hörku business Þetta er ekki skráð, þetta er ekki vímefni þar lengur þannig að þú voru ekki að greið fyrir því að búið löglega þetta í þessu fylki. Það er búið löglega en áfengi er samt vímefni. Já, það er þriðja flokks vímefni en það er selt út allt og auglýst. En þeir sem eru að nota þetta í lækningaskyni eða til þess að þeir fara inn í medical kerfi sem er annað. Já, en meðal annars með ykkar rökum að þá hefur komið þessi svona lögleiðingabilgja í Bandaríkjunum sem hefur gert þetta að svona bara business sem er bara brennivínsbusinessin. Þetta er risa innaður, það er ekki spurning og sérstaklega eini innaður samt er medical innaður ef þú ætlar að fara í alþjóðlega innaður þegar það er eina sem þú getur rækta fyrir og selt milli landa en svo er hvert ríki eins og í Bandaríkjunum með sína lögleiðingar og flesti fara fyrst í að lögla medical
og svo kemur reynslan að því. Þannig að þið ekki að fara fram með að þetta veri lögleift þannig að ég geti keypt þetta hérna Við erum að berjast númer 1, 2 og 3 fyrir Medical og fyrir nýjum iðnaði. Og vonandi bara í framtíðinu, myndi ég freka vilja það heldur en að fólk sé á svarta markaðnum, það hefur sýnt þessar rannsóknir að Kannabis í búðir. Í sérstaka búðir, þar sem það hefur sýnt í Kanada og í Colorado til dæmis að 20% minni drykkja, 20% minna heimilisofbeldi og mjög mikið af peningum sem að koma í kassan fyrir ríkissjóðin til þess að nýta í til dæmis í Colorado borgaðir alla skóla. Allt skólakerfi borga með kannabis sköttum. Þannig að ég held að fólk þurfi bara að kynna sér staðreyndir og aðeins að sjá hlutin í réttu ljósi. Mér er svo spennandi það sem varst að segja að því að nú gerðu þú tilraunir með að rækta þennan iðnaðarhamp hérna og vegna sem maður alltaf að hugsa hvers konar græna framleiðslu væri hægt að fara í á Íslandi í staðin fyrir að, þú veist, rækta hér upp þrautpínda fiska. Væri framtíð í því að íslenskir bændur færa að rækta hamp? Ég meina, sýndi þessi tilraun fram á það að það gæti orðið? Eins og ég segi, við getum farið í stönglaræktun úti og stönglar er hægt að nýta í ýmislegt, byggingar og fleira. Við getum selt trefjarnar sem eru utan á stönglarna erlendis í bara reipagerða, fatagerða og svoleiðis og það er yfirleitt eitt fyrirtæki sem kaupir það. Og svo þetta gæti þeir nýtt að það sem fellur af í fæðu fyrir dýri sín og orku og annað, bara svona vera aðeins meira sjálfbærnari. Ég meina þetta náttúrulega væri miklu krútlegri iðnaður heldur en til dæmis vindmyllur og sjókvíeldi. Já, og svo fyrir utan bara rosa mikið fólki að horfa hinga fyrir ræktun á medical lyfjahampinum. Af hverju hinga? Af hverju? Af því að við erum ekki meira að hita, við erum ekki meira að raka. Evrópa að farast úr hita og raka, mikið af flóðum ástandi, rafmagnið þetta orðið gríðarlega dýrt í Evrópu út af stríðinu og bara ástandið í hita og umhverfi bara orðið það slæmt að ræktun hefur orðið mjög dýr. Það medical held ég löglegt í 20 okkar löndum í Evrópu. Þýskaland var að afglapa væna kannabis og þar eru komnir núna svona social-klúbar þar sem þú getur bara skráðið og keyptir kannabis, þú mátt eiga plöntur heima hjá þér. Þetta bara skref sem að gerast alls þar í heiminum. Marokko, Afganistan, ég geti Tæland, ég get talið áfram, það eru ótrúlustu lönd, Kína með þess að koma með CBD á marka hjá sér, þannig að ég held að við ætlum bara að fara að vakna, þetta risa innar. Það mun að gera þér? Hafa ekki komið fram einhver svona þingsályktanatillögur eða eitthvað? Jú, það búið að skrifa tvær þingsályktanir fyrir framan Alþingi. Önnur fyrir CBD og hin fyrir medical-iðnaðinn eða lyfjahampinn og aðgangur sjúklinga og útflutningur. Það þarf að skrifa, það miklu betur til þess að þær verða raunhæfar og verða hægt að samþykkja. Það sem að kunnátta alþingismanna ekki nógu mikil í kringum þetta og við erum... Hvaða svona þingmenn hafa? Það skrifið þið ekki bara í handfélaginu? Það sem við erum að... Viðskiptaráð og SA skrifa bara frumvarpin sjálf. Það sem ég bara persónulega ekki með kunnáttu sjálf fyrir að skrifa svona, en þá ég að fá erlenda aðila sem hafa ekki farið gegnum þetta ferli í mörgum löndum til að hjálpa okkur að skrifa raunsæl þingsályktanir sem að hugsanlega gæti þá farið í gegn. Það náttúrulega meðal annars líka fyrirlesarar á þessari ráðstefnu sem svona fólk sem hefur verið, hvað ég var að segja, veitt brautargengi lögleiðingu annar staðar. En það hafa nú alveg íslenskir þingmenn verið hlindir lögleiðingu, ekki satt? Þeir eru mistast, ég meina sumir það hefur alveg verið, við hefum alveg fengið einhverju í hverjum flokki fyrir utan VFG og ég tek það fram VFG hefur verið mjög mikið að standa við fyrir okkur held ég og sem að ég held að vera grænn flokkur sem að mér finnst svolítið Framsókn þetta og miðflokkun ætti að vera að horfa til okkur þess að bændur þetta sjá bara alveg gríðalegt Já, bændur, ég gerði heimildamynd sem heitir Græna byltingin og þá fórum við og keyrum hringinn kringum landa og hittum bændur sem voru að rækta ham og því ég get lofaði því að hver einasti, hann var svo hamingjusamur að fá loksins að setja hamfræ í jörðu og fá að rækta þessa plöntu að það var mikil spenna á landinu en til þess að við getum gert inn á þessu þá þurfum við að fá ríki við þurfum að fá vinnsluvélar, við þurfum að fá þurrkara, við þurfum að geta tekið uppskrifuna inn og nýttar. Við erum búin að sjá það að við getum rækta þetta, nú þurfum við næsta stig. Hver á að koma með næsta stig? Það ríkisstjórnin þetta þarf að hjálpa okkur að búa til nýjan iðnað. Það þarf að græna hvata í kerfið okkar. Það þarf eitthvað til að hjálpa bændum að komast áfram. Þið verðið hluti af styrkjakerfi bændana?
ekki hamfélagið, hvernig ættum við að vera það, við erum góðgerðarfélag og vinnum þetta allt frítt fyrir ykkur öll. Okay. En Lára og Brynhildur, því að var svona að tala sem náttúrulega hitamál í kringum cannabis, að þetta margflókið saga og myrk og svona. En þið hafið notað olíuna og haft gott að henni. Hvernig virkar þetta á ykkur svona þessi? Ég hugsa að við færum bara í eitthvað kvöldurabóð eða morgunabóð og þá er ekki vant að kveiki í borðinu með umræðum þetta. Og þetta svona, að ég bara velta fyrir mér eitthvað sem að gera manni gott, en það í samfélaginu talað þetta sem eitthvað svona háskalegt, ókveikjandi. Já, ég held að það sé nú undanhaldið. Ég held það líka. Ég upplifi það ekki, nei. Við erum búin að vera að þessu. Líka bara, ég upplifi það var einn í fjölskyldinni hjá mér sem að hann greindist með krabbamein og hann tók svona olíu með lyfjameðferðinni og hann þurfti bara þessa lyfjameðferð, hann þurfti ekki að fara í geisla og ekki neitt og einmitt eins og Ólína sagði hún sagði að Stefán hefði, þetta hefði hjálpað hann svo með ógleðina, þetta hjálpaði bara, og þá einhvern veginn líkaminn, hann bara vann miklu betur úr því sem að var verið að gera við hann, ég upplifði að það hefði hjálpað rosalega mikið, þannig að ég kynntist þessu í gegnum þennan einstakling, þannig að þess vegna var ég einhvern veginn ekkert eitthvað smeyk og enda er þetta, ég hef ekki trúað og getur misnotað þessar olíur, það er ekki, það er ekki til að komast í vímu af þeim, Mér finnst bara orðið svo algengt að fólk sé að nota þetta líka. Já, þannig að ég bara, og það er nú svona, já, frekar, já, ég sjálf ekki drukki áfengi í bara 18 ári eða eitthvað og ég er mjög svona skeptísk á allt svona vímu eitthvað, þannig að og líf og annað, þannig að ég bara stökk á hana vagn og mér finnst þetta bara frábært að þetta sé til lausn við sem er á náttúrulega, á svona náttúrulegri hátt heldur en öll þessi lyf sem er verið að dæla í mann. Hef ég nú kynnst þunglindis og kvíðalyfjum og öllu þessu og ég fann alveg bara og að þetta hjálpaði mig líka við að sofa betur og þetta er bara, mér finnst þetta bara ekki spurning fyrir þá allan að prófa það, fyrir þá sem eru eitthvað svona að hugsa. Ég ætli bara, má ég segja bara, við hjá Hamfélaginu, við erum bara núna, við stofnum Hamfélag 2019 og heldum að fyrstur ástæðuna þá og það mætti 350 manns, það var fullt út á dyrum og það kom okkur mjög óvart, við byggumst enga veginn við því og þetta var bara alls konar fólk, allt frá bændum, jógafólki, stjórnmálamenn, þetta var bara alls konar fólk og við vorum algjörlega surprise. Í öllu okkar ferli sem við erum búin að vera standi í, þá erum við alltaf búin að vera að bíða eftir þessu fólki sem er á móti og er svona svakalega ekki sammála, við hefum ekki ennþá hittu, bara svo við vitum það. Kannski ringlaði henni út á sögu, ég veit ekki. Brynhildur, hvað, þú með dóttir þína og já, varðandi sem áttu að venda og verja. Já, svo hvernig virkaði svona þessi svona umræðum þetta sé háskalegt og já, hún er ekki upptekin af því hvað fólk er að segja þetta. Því miklu meira ég. Og kannski gerir hún sér ekki alveg grein fyrir því nema ef við erum einhver staðar og hún tekur bara glasi hvar sem hún er og ég bara nei, við skulum ekki vera að taka það upp af því að það er við finnum það alveg og það er svona fáfræði sem að byggist á því að þetta sé bara bull og vitleysa og hvað er þetta að gera vegna þess að menn hafa svo ofboðslega væntingar þetta á bara, það hlustar ekki kannski á mann þetta hvað hefur lagast af því að Flogavíkin er ekki farin og af því að þetta hefur ekki svo stórkostleg áhrif. Mér finnst fólk svolítið vera þarna að þetta þarf að gera svo mikið að það hlustar ekki á það að þetta hafi. Ég hef ekki orðið bara við neinar aukaverkanir á meðan að öll þessi lyf sem hún hefur verið á og hefur hún prófað Ritalin og þráhyggju og ofvirkni og öll þessi lyf, septöpur og allt þetta og þetta hefur allt talsvert miklar aukaverkanir en ég sé enga aukaverkun þarna nema hugsanlega svona eitthvað jákvætt eins og hún er með, mér veist, húðin hennar hafa lagast, hárvöxtur eitthvað svona. Þannig að en umhverfið er svona, já, það er Herru,
Það ekki verið að koma hingað og vekja athygli á ráðstöfum sem verður í Salnum í Kópavogi á föstudag og laugardag. Ég ætla nú að tala við íslenskan mann sem er prófessor í háskóla í Bandaríkjunum og hefur byggt þar upp deild cannabis science, Magnús Þórisson. Ég ger það á miðvikudaginn, en ég þakka ekki kærlega fyrir komuna, Lára, Brynhildur, Steinun og Þórun. Kærar þakkir. Takk sömuleiðis. Takk fyrir. En ég sitt hérna áfram og held áfram að fjalla þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is